Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Við förum af stað hérna, við tölum sjómannaverkfallið náttúrulega, en það ýmis önnur mál, það einkavæðing bankanna, við ætlum kannski að tala svolítið stöðu ungs fólks, bæði í húsnæðismarkaði og í atvinnulífinu, vegtolla. Þessi þáttur svona blanda af mikilli reynslu og minni reynslu, ég segi ekki reynslu leysi. Við fáum hérna í seinni hluta þáttarins mann sem kannski í dálítið góðri stöðu til að skilja atburði nútímans. Það Jón Baldur Hannibalsson, hann var náttúrulega utanríkisráðherra, maðurinn sem leiddi okkur inn í Evrópusamstarfið fremur öðrum og var síðan sendiherra Íslands í Bandaríkjunum. Og náttúrulega maður sem mann svo langt aftur, það ekki bara kalda stríðið heldur sjálf heimsstyrjöldin. En hjá mér hérna í fyrri hluta þáttarins Pavel Bartósek, þetta svona dálítið ungt fólk sem að koma inn á þing, Pavel Bartósek, Ásta Guðrún Helgadóttir, Teitur Björn Einarsson og svo ritstjóri sem nú eiginlega orðinn hogginn af reynslu í fjölmiðlun, það Þórður Snær Júlíusson. Við verðum náttúrulega að byrja á sjómannaverkfallinu, sko. Menn eru nú að velta fyrir sér, það kannski tvennt í þessu, annars vegar það að það hafi verið ákveðin sigur fyrir, aðalega kannski Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur, sjávarútvegsráðherra, að það tókst að leysa þetta án þess að ríkisstjórnin færi að setja lög eða beita sér liðka fyrir samningum með einhverjum peningum eða einhverjum loforðum með skattaafslátt og slíkt. Og svo menn að velta fyrir sér hvort að sjómenn samþykki samningin. Það kannski spennu þátturinn í dag, Teitur. Já, fyrsta lagi þá það mjög gleðilegt að samningar skuli hafa tekist, en við þurfum að sjá hvort þeir vera samþykktir. Það hafa 2 aðrir samningar verið felldir á síðasta ári og við þurfum að taka þessum hæfilegum fyrirvara. En jú, þetta mikið gleðiefni að menn hafa náð saman og það sem hefur komið fram í fréttum, menn að virðast hafa tekið á öllum þessum helstu álitamálum, náð að leysa þetta sjálfir eins og þeim bara að gera og axla þá ábyrgð og það verður spennandi að sjá hvað gerist í dag, en það alveg ljóst. Við erum alveg komin að þolmörkum þjóðfélagsins það hvað þetta verkfall getur staðið lengi áfram ef þeir vera ekki samþykktir. En Þórður, það nú verið svona dálítið stríð þessi kraf að ríki grípi inn í. Já, þetta búið að vera dálítið einkennilegt. Allt í einu var þetta aðalatriði í þessari deilu, svona lokaspretti, 2 mánaða verkfalls, að ríki teki þátt í því að niðurgreiða laun sjómanna. Það liggur fyrir bindandi álit yfirskattanefndar það að fæðispenningar sjómanna eru ekki dagpenningar. Þetta ekki sjósókn, ekki svona samskonar ferð og dagpenningagreiðslur að ná yfir og þetta vilja leiða fyrir að svona þetta og þessi krafa það að ríki komi inn með sértækar lausnir til þess að leysa kjaradeilur milli 2 aðila, það eitthvað sem á aldrei að vera í boði, hvorki gagnvart sjómönnum eða öðrum. Þeir hafa nefnt mikið til dæmis að flugáhafnir fái sérstaka afgreiðslu á sínum dagpenningum. Það rétt, það var líka sértæk lausn á kjaradeilu á sínum tíma þegar það kom inn og kannski ágætt að nota bara tækifærið og fara að vinda ofan af því og búa til almennar reglur penninga sem gilda yfir alla jafnt. Þetta þannig, við erum að fara að sigla inn í mjög erfiðar kjaraviðræður. Við erum alltaf með þetta höfrungahlaup sem varð í launum stjórnmálamanna sem verður rosalega erfið brekka að klífa í þeim kjaraviðræðum. Ef að til viðbótar hefði komið að það hefði verið sniðin sértæk lausn handa atvinnuvegi sem situr á eigið fé upp á 300 milljarða króna, búin að greiða sér 50 eitthvað milljarða plús í arð á örfáum árum og er að upplifa fordæmalausar svona góðæristíma og sama tíma þjóðin var í erfiðleikum. Það hafði ekki, held ég, verið gott innlegg inn í Ertu samanlega að það hefði verið vond skilaboð? Já, það var nú eiginlega að segja það, sko. En síðan við erum náttúrulega búin að horfa upp á ríkisstjórnina, sérlega í síðustu ríkisstjórn hjá Sjálfstæðisflokknum, setja lög á verkföll oft, ekki bara einu sinni heldur, ég held að það var eitthvað 3 sinnum síðasta kjörtímabili. Þannig að ég verð að segja það, ég mjög ánægð með það að það sé komin í raun og veru svona ákveðin lausn í þessa deilur sjómanna og bara vonum að það verði náttúrulega bara samþykkt, þannig að séð. En síðan það þarf að senda mjög skýr skilaboð það að samningsaðilar þurfa að, það geti ekki bara beðið, þeir geti ekki bara setja þetta af sér og síðan beðið eftir því að ríkið komi þann inn í. Út af því að þá engin tilgangur með í raun og veru verkalýðsbaráttu. Og það mjög mikilvægt að við virðum verkfallsréttinn að mínu mati. Pavel, segjum nú að sjómenn samþykkið ekki. Erum við þá að horfa á lagasetningu bara í næstu viku?
Ég veit það ekki, en ef við bara eins skrólum tilbaka svo ég fá að tjá mig þessa deilu, þá náttúrulega það þannig að það mjög ánægjulegt að hafi tekist að semja án þess að hafi tilkomið annarkvort lagasetningar eða án þess að ríkið hafi þurft að setja mikla fjármuni í að leysa deiluna og ekki vantaði fólk sem vildi gera það. Það voru tillögur á þingi það að gera fæðispenninga skattfrjálsa sem hefði kostaði opinbera milljarð, síðan kom tillaga frá viðsemjendum að veita skattafslátt sem hefði kostað 400 milljónir og bæði þetta vildu margir gera en ríkisstjórninni tókst að standa þetta af sér og fyrir viki þá höfum við þá kannski milljarð til umræða meira til frambúðar til þess að geta nota peninga eitthvað annað, þannig að það gríðarlega gleðilegt. Varðandi spurninguna hvort það komi til greina að setja lög á verkfall eða þetta samþykkt, þá bara veit ég ekki, ég held að það sé ekki endilega næstur auðvitað þess að skrifið. Ég meina ef það eitthvað í sem viðsemjendur telja að sig geta leyst sín á milli sem stendur út af, þá eðlilegt að þeir fái að gera það. En ef að deilan snýst einungis, það er það sem lá fyrir, ef deilan snýst einungis kröfu þriðja aðila, þá er það rauninni strangt tekið ólöglegt samkvæmt lögum vinnudeilur. En nú segja menn að lögin hafi faktist, eða hótunin lögin, hún hafi verið tilbúin. Ráðherra hafði lögin í bakhundinni til þess að dengja þeim fram. Ég held að báðir samningsaðilar hafi gert sér grein fyrir því að þetta verkfall er búið að standa of lengi, komið ákveðum endamörkum. Ef að þeir samþykki ekki samninginn, sem við skulum nú vona að gerist ekki, eða við sjáum til, þá kemur bara upp ný staða. Ef það er rétt eins og Pavel segir að það er þá eitthvað milli þeirra að ræða og þeir eiga þá eitthvað eftir að út af standardi til þess að taka og reyna að finna lausn á. Ef það er uppi þá er ekki alveg einhlítt að stjórnvöld þurfa að koma inn í það. En ef að þeir segja að við gefumst upp, við getum ekki samið og sáttasemjari segir að þetta er vonlaust, þá verða stjórnvöld, ábyrg stjórnvöld að taka mið á þeirri stöðu sem kemur upp og skoða hverjir eru nú hagsmunir almennings í þessu og hagsmunir þjóðarinnar í heild gagnvart þessari deilu. Þannig að þú heldur að lög þá komi til greina? Að sjálfsögðu koma til greina ef að þessi staða er komin upp. Loðnan syndir að fara að synda hér fram hjá okkur í stórum torfum og að því búið auka kvóta. Fleiri fiskar en loðnan í sjónum. Það er nú reyndar eitthvað, þú skrifaði grein í Kjarnan, þitt ágæta rit, Þórður, ríkisstjórnina, að það væri talsverður núningur innan ríkisstjórnarinnar ýmis mál og þetta er náttúrulega, maður fann kannski ekki myndið flokkar en það var í þessu máli voru svona ákveðnir erfiðleikar en svo eru fleiri mál eins og jafnlaunavottunin sem það veit nú ekki einu sinni hvort það getur orðið að veruleika. Já, þetta er náttúrulega byrjað eiginlega daginn eftir að ríkisstjórnin var mynduð þegar það svona skópust deilur Reykjavíkurflugvöll vegna yfirlýsinga ráðherra samgöngumála. Síðan höfum við séð núningum áfengisfrumvarpið sem þingmenn allra stjórnarflokkana meðal annars standa af. Við höfum séð núningum jafnlaunavottunina og bara mjög digubarklegar yfirlýsingar þar og kannski viðhorf hjá meira segja einu ráðherra sem er þess eðlis að hún er allan mjög skeptísk á jafnlaunavottun, hún Sigríður Andersen og það er í stjórnarsáttmála jafnlaunavottunin. Og svo náttúrulega núna í sjómannaverkfallinu þegar að minnst 2 þingmenn stíga fram og segja að þeir séu fylgjandi því og raunlega kröfðust þess að ríkið myndi stíga inn í þá deilu með því að gera fæðispenningana frádráttarbæra frá skatti, Páll Magnússon og Ásmundur Friðriksson. Og það er bara mánuður liðinn frá þessi ríkisstjórn tók við. Hún tók við náttúrulega eftir dálítið fordæmalausar aðstæður, eftir að mann voru búin að fara margar hringi á hringekjunni og niðurstaðan bar þess dálítið merki að þetta var ríkisstjórn sem var mynduð þar sem var höfðað til ábyrgðarinnar að mynda starfhæfa ríkisstjórn. Hún er með minnsta mögulega meirihluta. Stjórnarsáttmálinn var stjórnarsáttmáli málamiðlana, sérstaklega 9 flokkarnir 2, Björt framtíð og Viðreisn, gáfu eftir í stórum málum sem skilgreindu þá. Og þess vegna er þetta mjög erfið byrjun, sérstaklega í ljósi þess að allar stuðningsmælingar náttúrulega eru eitthvað sem við höfum aldrei séð áður. 25% sýndist mér hjá með ánægju. Man finnst þetta ekki sérstaklega gæfuleg byrjun, Pavel. Nei, menn þú myndi aldrei fá stjórnmálamann sem er ánægður með það hann mærist lítið, Stjórnmálamenn verður alltaf ánægður með hans hátt, ónægður með hans lágt, ef þeir standa í stað, þá segjast þeir ánægður en eru í raun ónægður, Þannig að það er kannski til lítils að spurja okkur af hverju þetta sé svona. Við getum alltaf kennt fjölmiðlum eins og Trump gerir, ég ætla ekki að fara í þann leik. Ég myndi mér þetta þýðir bara það að fólk, það þýðir ekkert að túlka þetta öðruvísi þætti en fólk sé ekkert gríðarlega ánægt með ríkisstjórnina. Það er bara hin eðlilega túlkun á og kannski einhverja skýring á því? Nei, ég meina þetta er ríkisstjórn sem byrjaði með, það var ekki hátt fylgi á bakvið hana, með tegundum flokkana sem standa að henni og
svo náttúrulega bara, þú veist, áum bara þá eftir að sanna sig. Ég ætla svo sem ekki að... Myndur hafa sko, eins og ég segi til þessi mál sem eru, það er þarna núningur og þú veist, menn í svona litlu meiri þá geta menn gert uppreisn og það getur komið stjórnin í vandræði og það var jafnvel, í jafnræðarmálu, þá getur verið að þið þurftu bara að fá stuðning frá stjórnarandstöðunni beinlínis til að koma málinu í gegn. Sko, hluta þessar mál alltaf að byrja með þá svona leiti á það að yfirlýsingarmannum Reykjavíkurflugvöll hingað og þangað, það hefur nú bara verið svona hluti af leið þeirra til að spila út úr sko, stjórnarmyndaviðrum að þann hátt að þær hefði einhvern veginn sigrað þær. Þannig að það var svona bara svona fyrsta skrefið. En svo auðvitað er þannig með tíma að væri nú kannski æskilega menn væri aðeins meira samstíga í ýmsum yfirlýsingum. Ég neita því ekki, mér fannst ekki hjálpa til dæmis þessari deilu þegar að komu sko, yfirlýsingar já, við skulum borga þetta. Það hefði svona aðeins mátt bíða með. Eða jafnlaunavottunin líka. Já, vissulega. Það er hluti sem er í stjórnarsáttmála og það þýðir það að ætti svona að vera frekar ljóst að það er eitthvað sem ríkisstjórnin ætlar sér að gera. Hvað segir þú til þetta? Ríkisstjórnin sjálf, ég held að þessi fátt sem að hún er mjög samstíga og sammála undir forseti Bjarna Benediktssonar. Það eru fá mál sem að hún hefur svo sem komið fram með en það tiltölulega nýtekin við. Það reikna með því að ráðherrarnir eru að svona vinna sínu stefnumótunarmálum í ráðuneytunum og það er samt þessi ósamhljómur. Ekki mörg frumvörp komið fram frá ríkisstjórninni enn sem komið, en þetta eru mjög snemma á kjörtímabilinu. En það er verið þessi deilur, þessar núningur og menn eru að spila sóló og það er erfitt þegar er lítill meirihluti. Við getum tekið svona grafalvarlegt mál eins og þessi sjómannaverkfall. Það er auðvitað eðlilegt þegar þetta snertir allt samfélagið og þjóðarhag að menn hafi skipta skoðanir á því, jafnvel á þingi þar sem menn hafa nú atvinna á því að hafa skoðanir á því hvernig er best að leysa það. Ég held að það sé allt gert af góðum hug og góðum vilja þjóðina til heilla og það er ekkert óeðlilegt að menn greini á þær leiðir. Ríkisstjórnin var sammála hvernig átti að afgreiða þessi mál og hún er sammála í mörgum öðrum málum að sjálfsögðu. Þetta mun koma mál þar sem eru skipta skoðanir að sjálfsögðu. Þetta er mjög almennt orðað. Já, að sjálfsögðu, en það verður mjög almennt mál til umræðu hvað skýrir vinsældir hennar eða ekki. Eins og Þórður bendir réttilega á, þetta er stjórn sem var myndað eftir mjög langt og strangt ferli eftir kosningar og það kann að vel að þetta sé ekki óskastjórn allra landsmanna en þetta er allan ábyrg og starfhæf ríkisstjórn. Hvernig horfir þetta við ykkur í stjórnarandstöðunni? Þetta er náttúrulega bara mjög sérstök pólitísk staða eins og hún er komin. Við náttúrulega horfum til dæmis, við horfum á stjórnarsáttmálann. Það er beinlínis gert ráð fyrir því að stjórnarandstaðan stígi einhvern veginn inn, hjálpi. Hvað við að fá í staðinn? Þannig að Þú meinar að þið fáið ekki til staðinn? Ég meina það var aldrei rætt við okkur það. Við áttum að aðstofa við að koma í gegn einhverja jafnlaunavottun og ég veit ekki hvað. Þannig að þetta er náttúrulega svolítið sérstakt viðhorf í raun og veru sem við erum að sjá frá stjórnarmeirihlutanum. Fyrir utan það virðist bara ekkert verandilega sérstakur sterkur meirihluti bakvið. Kannski eru sumir þingmenn stjórnarmeirihlutans í raun og veru bara í stjórnarandstöðu. Og það er svolítið svona sem maður hefur verið að finna. Það er svona, þeir eru að taka sérstök skref, ef svo maður segja, sérilega miðað við það hversu nauman meirihluti eru með. Það er greinilega mikil óánægja. Það er það sem ég sé, allavega frá mínu bæjardyrum sé. Við skulum fara í dálítið annað mál og það er einkavæðing bankanna. Þetta er stórmál og það var eitthvað að gera grína með dag, ég var eitthvað að tala mismunandi stórmáli síðasta þætti, það var mynd sem kaldhæðni en hún hefur miskilist, en þetta er stórmál og þetta er eitt af því sem ríkisstjórnin einsetur sér og það á að selja stærstan hluta fjármálakerfisins á næstu árum nema hlut í Landsbankanum og það verður náttúrulega að segjast eins og að þegar menn fara að tala einkavæðingu í Íslandi þá vakna alls konar illagurinn og þetta mistókst herfilega upp úr 2000 og svo erum við með fordæmið sem er borgunarmálið að við sjáum bara núna fyrir helgi það er gríðarlegar arðgreiðslur út úr borgun fyrirtæki sem var laumað í hendur má segja einkavina út úr Landsbankanum. Þórður, þetta er einhvern veginn það er tvær spurningar í þessu hvernig getum við einkavætt að viti og svo er spurningi hvort að ríkið eiga í bönkunum, það er náttúrulega önnur spurning. Já, til að byrja með, þú nefnir borgunarmáli, það má taka margar aðrar sölur sem hafa átt sér stað hérna, ég meina allt íslenskt atvinnulíf nánast fór í gegnum einhvers konar þvottavél hérna eftir hrunið og við fórum að endur útdeila gæðum á ný
og þar margt órannsakað, svo að sé vægt til orða tekið. Við getum nefnt sem dæmi eignarstofn Seðlabanka Íslands sem eignarhaldsfélag og við Seðlabankans sem svona leyndarhjúpur í kringum og fást litlar upplýsingar hvernig hefur komið eignum í verð. Kom skýrsla Ríkisendurskoðunar sölu á eignum Landsbankans í haust sem var svona vægast sagt frekar svört, ekki bara varðandi Borgun heldur varðandi fleiri sölur og svo náttúrulega hefur opinbera líka ábyrgð á eignasölum hinna bankana þrátt fyrir að þeir hafi verið tímabundið í eigu kröfuhafa vegna þess að þeir eru endurreistir með handafli ríkisvaldsins og lúta regluverkinu sem ríkisvaldi setur. Þannig að þú ert að tala líka þessa seinni einkavæðingu sem hefur stundum verið kvöld og það er náttúrulega á tímum vinstristjórnar. Bara á þessum síðustu 2 kjörtímabilum þá hefur þetta átt sér stað og þar sampólitísk ábyrgð mikil. Við getum alveg, borgunarmáli þannig, svo við rennum örstutt í gegnum þetta. Þetta selt á 2,2 milljarða haustið 2014, 31,2% hlutur. Síðan þá búið að greiða út 2,4 milljarða fyrir 31,2% eignarhlut í arð í 3 arðgreiðslum á 2,5 ári. Þannig að þeir sem keyptu hlutin eru þá búin að fá allt söluandvirðið sem greitt út og 200 milljónir pluss tilbaka og eignarhluturinn að minnstakosti búin að þrefaldast í verði. Þannig að ávinningur þeirra svona 6-7 milljarðar að lágmarki á þessum tíma. Auðvitað hræða sporin. Við erum ekki góði að einkavæða fyrirtæki, ég held við verðum bara að viðurkenna. Okkur tókst hræðilega til þegar við einkavæddu bankana. Það var stórum hluta til ástæðan fyrir því að fór svona illa haustið 2008. Við létum fólk með enga reynslu af bankageira fá þessi fyrirtæki á þeim tíma og pólitík réð þar för, ég held að það sé nánast orðið óumdeililegt í dag. Fleiri dæmi eins og salan á íslenskum aðalverktökum og svo framvegis sem heppnuðust mjög illa. Núna erum við með bankakerfi sem það raunalegt dálítið erfitt að sjá hverja viðskiptalegu forsendar séu fyrir því að kaupa ef maður segir alveg svo Þú meinar að það sé undirliggjandi rekstur bankakerfis á Íslandi ekki sérstakur og þú veist helstu allar þessi mikli hagnaður sem hefur verið í gegnum síðustu ár hefur fyrst og síðast verið vegna einskiptisliða. Það að segja þú veist vera að hækka virði einhverja lána sem hafa reynst borga betur en upprunalega var áætlað eða seldi einhverja eignir sem fengi fangið eftir hrunið og svo framvegis. Og svo maður horfir yfir íslenska fjárfesta, hverjir geta keypt þetta? Það annars vegar útgerðin sem orðin svona rík og evrópska mælikvarða, hún getur keypt sér banka. Við þurfum að spyrja okkur þegar spurninga, vilju og útgerðin svona sem nú líklega sá atvinnuvegur í Íslandi sem skiptir sér mest af samfélaginu með að styrkja stjórnmálaflokka og kaupa sér fjölmiðla og svo framvegis, að hún komist yfir fjármálakerfi líka. Og svo það lífeyrissjóðirnir og lífeyrissjóðirnir með svona laissez-faire afskipti af eignum sínum, eiga helminginn öllum hlutabréfum og eru ekki með svona bein afskipti af þeim félögum sem þeir eiga í og þannig að þá myndi eignarhlutur þeirra í bankakerfinu svona dálítið falla áhrifalaust dauðu niður. Á sama tíma verið að tala að gefa 20%. Þannig að það getur þá hugsanlega einhverjir, innan gæsalappa lukkurittar innan bankana. Á sama tíma verið að tala að gefa 20% til almennings og almenningur eru alla að fara að taka sig saman og standa saman að einhverjum stjórnarmanni og hafa áhrif fyrir þennan 20% hlut. Þannig að við getum hort á það, segjum að lífeyrissjóður kaupi helmingi banka og almenningur á 20%, að þá geta einhverjir litli 6-7% hópar lukkurittar að koma inn og haft alveg gríðarlega áhrif vegna þess að stærstu eigendurnir eru með þá stefnu að vera ekki með hands-on. Sko, þú ert að segja það að það sé mjög erfitt að einkavæða bankana þannig að það sé eitthvað vitið í. Ég meina, erum við þá að tala að reyna að fá erlenda aðila inn eða? Ég veit ekki hver á að kaupa. Ég meina, allan þegar ég horfa á þetta, ég hef skrifað viðskipti í mörg ár. Ég á mjög erfitt með að sjá rosalega skýrar viðskiptalegu forsendur fyrir því að erlendur aðilar ættu að koma að kaupa banka á Íslandi eins og þeir í dag. Vaxtarmöguleikarnir erlendis eru ekki sérstaklega miklir. Innanlands þetta bara að þjónusta einstaklinga mestmegnis. En nú borgum við í vexti, já. Og svo bara þetta að horfa á hverjir innanlands getur gert það. Ég meina, allir eru að fara að lána fólki til þess að kaupa banka aftur. Ásta. En náttúrulega búið að vera að leita að einhverjum erlendum til þess að kaupa þessa banka í næstu 20 ár núna. Það hefur bara lítið gengið. Þegar það kemur því að einkavæða bankana, þá þurfum við að líta svolítið tilbaka og reyna að læra af reynslunni svona einu sinni. Það sem fór úrskeiðis upp úr 2000 til 2004 var náttúrulega að þarna voru 3 bankar og veru einkavæddir á einu bretti. Það er bara eðlilegt að það fengustu fyrstilega ekki gott verð fyrir þau. Þetta var gert allt og hratt, þannig að vera pólitískur ásetningur að reyna að einkavæða það. Þannig að auðvitað fór þetta illa.
Þannig að ef við ætlum að fara þessi vegferð, ef við ætlum að fara og einkavæða hluti í bönkunum, hvort sem það er heill hlutur eða bara lítill hlutur, að þá þarf að fara varlega. Út af því að við þurfum að byggja upp traust. Þannig að frekar að gera þetta hægar, ég meina einkavæðing á Danske Bank og Norske Bank, það búið að taka nokkur 20 ára. Og það er nákvæmlega það sem rannsóknarskýrsla Alþingis bendir á, að það þarf að selja þetta yfir langt tímabil. Þannig að ætla sér að endurtaka sömu mistökin aftur en alltaf bara klikkun. Þannig að bara flýta sér hægt, ég held að það sé mikilvægst, og að byggja upp traust út af því að þetta er pólitísk ákvörðun alveg sama hvort að manni líkið að betri að verð. Og það er líka pólitísk ákvörðun að flýta sér eins og var gert. En svo er náttúrulega spurningin sko að hvaða leyti getur ríkið átt banka, á ríkið að eiga banka eða er bara prinsipmál að ríkið eigi enga banka? Það er náttúrulega bara mjög umdeililegt. Bara hvort að ríkið eiga eitthvað smá hlut í bönkunum eins og til dæmis þetta er annars staðar í Skandinavíu, þá á ríkið hluti í nokkrum bönkum, 10% hlut. Og það hefur nú alveg gengið þannig að segja eftir. Ég meina að ríkið má alveg eiga hluti en þá er þetta bara spurning sko hvort að ríkið eigi og reki heilt bankakerfi eins og hérna á Íslandi í raun og veru. Það er kannski gengur. Það er kannski svolítið mikið. Menn hafa náttúrulega selt eignir áður sko, ég meina og það er hægt að gera það með svona sæmilega gegnsam hætti með að skrá viðkomandi félög bara í kauphöllinu og síðan hérna að fara fram útboð fyrir ákveðin tilteknum hlut og síðan að selja í okkur tjönkum yfir eitthvað ákveðið tímabil. Ég held að það sé nú reyndar miklu farsætli leið heldur að leita einhverjum einum góðum kaupanda til þess að kaupa eins og oft hefur verið gert. Já. Það er mjög óskynsamlegt að ríkið eigi í bankum. Þetta er áhættusamur rekstur og eins og Þórður bendir réttilega á, þetta er ekkert sérstaklega arðbær rekstur. Það er áhættusamur, bankar geta farið á hausinn. Það var einn lærdómur sem menn reyndu nú að draga hérna af hruni fjármálakerfisins 2008. Það er góða við það að ríkið átti ekki bankana og bjargaði ekki bönkunum sko. Það er ekki svo stað upp ef ríkið á nú allt fjármálakerfið. Ríkið er með tæplega alltaf því, 500 milljarðar bundið þannig inn í eigið fyrir þessara stofnana. Við getum gert margt mjög skynsamlegt við þá fjármuni að sjálfsögðu með að greiða niður skuldir og lækka þar með vaxtabyrði ríkissjóðs til þess að styrkja velferðarkerfið. Og fyrir spurningin sko, er hægt að einkavæða að viti? Já, það er eiginlega grundvallaratriði sko. Það verður að gera það með réttum hætti, vanda mjög til verka, gera með gegnsæjum hætti og við þurfum líka að svara spurningum eins og hvað er heilbrigt og gott fjármálakerfi, er það með dreifðu eignarhaldi og hvernig getum við takmarkað eða dregið úr áhættu sem að almenningur og ríkissjóður verður fyrir af áhættusömum starfsemi bankana, hvað maður að segja, þetta moral hazard sem að kemur upp og venda þannig innstæður eða þá ríkissjóð þegar að bankar fara á hausinn sem munu örugglega að halda áfram að gera einhvern veginn í framtíðinni. En sko þetta bankakerfi er ekki að þjóna okkur vel heldur því að sko kostnaðurinn er mikill, þetta er dýrt kerfi og við borgum himinháa vexti. Þetta er ekki, sko þetta er stórt kerfi en það er ekki einu sinni gott. Síðan er náttúrulega líka bara fíllinn í herbygginu og það er náttúrulega íslenska krónan. Já. Og þessi gjaldeyrishöft sem við náttúrulega búum við. Við komum að því seinna. Menna, þú veist, bara þannig ég seti þetta fram hér. Já, við þurfum líka að velta því. Og bankastarfsemið er ekki sko, einhver stjarneðlisfræði, sko. Þetta er hérna hlutverk þessara fyrirtækja að miðla peningum á milli aðila og svo þeir og hvaða verður á peningum eða hvaða vextir það lagðir á í útlánum og innlánum. Þetta er ekki starfsemi sem að ríkið á að vera í, en það er þá hlutverk ríkisins að skapa réttan lagaramma og skilyrði til að, hvað maður segja, venda almenning fyrir þessu. En sko með því svona söguna þá verður að segja eins og að við erum með sko við eigum allavega mikinn lærdóm sem við getum dregið sko, af misheppnaðri það eru einkavæðing eins og þegar menn seldu Símann á sínum tíma. Það var nú gert nokkuð vandlega og svona eins vel og hægt var á þeim tíma. Það var líka fyrirtæki sem var algjörlega nauðsynlegt að það var ekki lengur í eigu ríkisins og mögulega fekk ríki mjög hátt verð, jafnvel meira en að átti skilið með hvað eign þetta var. Við skulum muna eftir því að þegar Síminn var seldur þá var eitt af skilyrðunum hann er skráður á markaði og hann entist á markaði í 1 dag vegna þess að verðið sem bauðst á markaði þegar hann var skráður hentaði ekki þeim sem keyptu það af ríkinu. Þannig að það var nú ekki eins og sú einkavæðing hafi gengið að öllu leyti. Við borguðum mögulega hátt verð, það kann að vera. Sko, fínt fyrir ríkið. Þetta tengist þessu en við skulum fara aðeins
Mér langar að vitna hérna í Stundina, þetta eitt af kröftugri blöðum sem kom út og ég bara mæli með því við lesendur að sækja ekki bara upplýsingar á neti, þetta líka að lesa öll þessi blöð sem kom út á Íslandi og eru prýðileg mörg. Stundin, fall ungu kynslóðurinnar, ris gamma og svo hérna leiðar eftir ritstjórann. Íslenski draumurinn í uppnámi í landi jakkafattana. Þetta er löng grein úttekt sem fjallar það hvað erfitt fyrir ungt fólk á Íslandi og þetta reyndar ekki bara á Íslandi, þetta er víðar í nákvæmlega eignast húsnæði, hvað tækifærið þeirra í atvinnulífi eru í rauninni fátækleg og bara það að ungt fólk hefur það bara miklu meira skítt en mín kynslóð til dæmis. Já, þetta ég er þessi hrun kynslóð þannig að ég hef verið 18 ára 2008 og ég held að mín kynslóð hafi kannski svolítið aðra sýn á gæði lífsins. Það að eiga húsnæði kannski ekki forgangsatriði út af því að ég meina mörg okkar hafa séð í raun og veru húsin tekin á okkur á bönkunum. Við kannski lítum á peninga og upplifanir og vinnu aðeins öðruvísi heldur en kynslóðana sem koma á undan. En þrátt fyrir það er það alveg rétt að þessi kynslóð, mín kynslóð í raun og veru, hefur dregist aftur úr. Bæði þegar kemur að atvinnutækifærum, þegar kemur að launum. Þetta er sá aldurshópur sem hefur ekki notið til jafns launahækkanir núna á 21. öldinni miðað við það sem var í gangi á 20. öldinni. Þannig að þarna er greinilega pottur brotinn. En síðan þegar kemur svo aðgengi að húsnæði á húsnæðismarkaðnum hérna á Íslandi, þá held ég mögulega svolítið mikil einföldun að kenna gamma bara það. Já, þetta er kannski, já. Þannig að við erum að sjá fram á það að eftir hrun það var alltof lítið byggt. Við erum að tala um það, við erum búin að fjölga bara bæði fólki sem fer í gegnum Ísland, þar sé ferðamönnum. Ferðaþjónustan náttúrulega bara gífurlega stórt apparat sem þarf mikið af fólki. Það einfaldlega bara miklu meira fólk sem þarf húsnæði heldur en framboðið er. Og þá náttúrulega bara hækka verðið og ég meina ég ekkert að fara að sjá fram á það að geta keypt mér íbúð einhvern tímann á næstunni. Það er bara frekar ómögulegt að mínu mati. Þetta er interessant umfjöllun hjá Gamma en hjá Stundin fyrir ekki hjá Gamma. En það er eitt sem þeir koma inn á sem tilkomið þessara nýju leigufélag sem eru þá heimavellir til dæmis og almenna leigufélagið. Og ég reyndar ekki jafn svona svartsýnn á það sé sérstaklega slæmur hlutur per se. Við erum þá kannski að fara að horfa upp á aðeins mótaðra leiguumhverfi. Ég nú verið á leigumarkaði í langan tíma og það auðvitað markaði þar sem mjög mikið fólki að leigja af einhverjum öðrum svona litlum, bara fólki sem á 1-2 íbúðir ætlar sér að eignast íbúðir með að láta leigjum sem borga fyrir það og það umhverfið heldur ekkert gríðarlega stöðu. Þú getur hent leigjandinn út og það eru 11 ástæður fyrir því að hann getur farið og ætlar að búa sjálfur í íbúðinni, gera hann upp og svo framvegis. Þannig að margan hátt tilkomað svona kapitalista getur verið jákvætt skref vegna þess að þá komið eitthvað svona meira munstur og þá kom fólk sem vill græða á þessu að leigja fólki út íbúðir. Þannig að ég held að af öðru, fyrir utan allt annað í greinin sem forðurinn, þá held ég að þetta eitt og sér sé ekki endilega neikvægt. Nei. Ja, það þannig að jú, það skortur á húsnæði hér, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og það endurspeglast þá í hærra verði og þannig þessi lögmál því miður framboð eftirspurnar. Staða ungs fólks, já, hún eins og þarna dregið fram og við höfum áður séð, hún er lakari en annar aldurshópa. Þá líka benda á það aðeins dýpri og vandaðri umfjöllun í skýrslu sem að Friðrik Már Baldursson og Axel Hall hagfræðingar tóku saman í haust efnahagslega stöðu fólks á aldrinum 20 til 35 ára, skýrsla sem að fjármálaráðherra lagði fram í fyrirspurninni Helga Hjörvars á þingi. Þar dregin upp mynd, kafa aðeins bak við þetta, hver staðan núna meðan við staða ungs fólks árið 1990 fyrir 25 árum síðan og hvað hefur breyst. Það sem hefur aðalega breyst hlutfallslega þessi aldurshópur í dag með minni hluta af, kaupmáttarkökunni eða einhvers slíku, hlutfallslega með aðra aldurshópa. Það var stærri hlutfallið fyrir 25 árum síðan. Breytirnar sem ég hafi rænt ykkur. En breytirnar sem þarna undir og hvaða breytingar í þjóðfélaginu, það er miklu fleira fólk sem fer í háskólanám á þessum aldri, 20, 25 eða 30 ára og lengur í háskólanámi en oft áður. Það hefur þetta áhrif á möguleika fólks að afla sér tekna sem ekki með sama hætti og var kannski fyrir 25 árum síðan
Og þróunin virðist vera þessi, fólk það er lengur að koma sér undir fótunum. Það byrjar mögulega með lægri hlutfallsleg laun en aðrir hópar gerðu hérna fyrir 25 ára síðan, en þegar komið yfir 30-aldurinn og nálgast 40-aldurinn, þá hækka launin hraðar en þeir gerðu áður og þau eru í hámarki nær 50 yfir lengra tímabil. Sko, þetta hefur áhrif á meðal annars getu fólks til þess að koma sér upp hérna höfuðstól til að kaupa húsnæði. Það sem að vandamáli virðist ekki vera greiðslubyrðin, heldur að eiga sparifé til þess að leggja út fyrir útborgun. Ég las það í einhverjum ensku fjölmiðli að það tæki núna venjulega 3 manna fjölskyldu ungt fólk að eiga fyrir, það tæki það 26 ára að eiga fyrir útborgun í íbúð í London ef það lifði síðan svona venjulegu lífi. Þannig að ástandið víða slæmt en hér. Ástæðan fyrir þessu ástandi sem er á íslenskum húsnæðismarkaði fyrir ungt fólk. Ég meina þetta þannig á örfáum árum hefur fjöldi þeirra Íslendinga sem eru á þrítugsaldri sem búa í foreldrahúsum farið úr 30% í 42%. Það bara 10 ára tímabili. Ástæðan er fyrst og síðast skortur á framboði. Við erum svona kannski 8.000 til 10.000 íbúðum á eftir vegna þess að við höfum ekki byggt nógu mikið hérna á árunum eftir hrun. Til þess að mæta þeirri eftirspurn sem er til staðar núna, hún hefur náttúrulega bæði verið bara vegna þess að Íslendingum fjölgar en líka náttúrulega vegna þess að ferðaþjónustan er að nýta töluverðan hluta af íbúðarhúsnæðinu undir sig. Það er ekki til nógu mikið hótel til þess að hýsa alla þessa ferðamenn og þetta hefur leitt til þess að húsnæðisverðið hækkaði 70% á höfuðborgarsvæðinu frá lok árs 2010 dagsins í dag. Og þetta hefur náttúrulega ýkt erfiðleika þessa hóps alveg gríðarlega. Það er ekki bara húsnæðisvandi sem blasir við þessu, það er líka atvinnuvandi vegna þess að eins og Teitur benti hérna áðan, Íslendingar að mennta sig að miklu meira magni. Yfir 4.000 manns að útskrifast úr háskólum einn ári og við erum ekki búið til störf fyrir þetta fólk. Flest störf á Íslandi eru störf sem er að vera til tengjast ferðaþjónustu eða stóðgreinum þar sem krefst ekki sérfræði og við flytjum fólk inn til að vinna þau störf og eru láglaunastörf eða þannig og menntun er ekki metin til launa hérna á Íslandi, það sýna það allar samanburðarkannanir. Og svo erum við líka bara við ákveðnum velferðarvanda. Ég meina við sáum hérna könnun sem var birt í fyrra, alþjóðlega könnun sem sýndi það að þegar þú mælir velferð frá öðru en þjóðarframleiðslu þá var Ísland að falla og er neðst Norðurland á lista þar. Við erum búin að fara langleiðin með að ganga á fæðingarorlofskerfið okkar, vaxtabætur eru að lækka, barnabætur eru að lækka, umhverfi ungra barnafjölskyldu á Íslandi er ekki það sama og það er kannski í hinum skandinavísku og norrænu velferðum. En þessi kapítalísku leigufélög, er það vandamál? Mér finnst það ekki vandamál ef að markaðurinn væri í jafnvægi, ef við værum með nægilegt framboð. En þetta er vandamál núna vegna þess að við erum að vanta svo mikið að íbúðum og það er náttúrulega fylgi því þegar það er til leigufélög að það eru alltaf einhverjir sem þurfa að græða á þessu. Það er einhverjir svona milli sem þú þarft að borga, þú veist, þetta er ekki bara á A og B heldur er hérna einhver sérbreyta sem þarf að hafa einhvern haga af þessu. Og þú veist, ef við værum með þessar 8-10 íbúðir sem vantar þá er þetta allt í lagi, þá er þetta bara einn enn valkosturinn og þetta myndi tryggja fleiri valkosti á markaðnum en þetta gerir þetta dálítið erfitt núna. Sko, enda þáttinn hérna, þennan hluta með smámáli, eins og síðast, það er vegatollar og mér langar að fá bara örstutt svar frá ykkur. Bara eiginlega já eða nei. Eru þið hlynnt því að byggja vegi hérna í kringum höfuðborgarsvæðið og fjármagnaða með vegatollum? Pavel? Já. Þú ert það? Já. Mér finnst það bara góð hugmynd. Góð hugmynd? Já. Ásta? Nei. Út á móti? Ég sé ekki alveg kostinu við þetta. Ég held að þetta sé í raun og veru bara, við munum enda með önnur hvalfjarðargöng sem koma síðan aldrei til skila til ríkisins. Þó hafa í hvalfjarðargöng. Þú gengur svo mikið að tekur strætó þannig ég mun ekki labba til Selfoss. Þetta er mjög gott framtak hjá ráðherranum og það eru þarna möguleikar sem við höfum að skoða vandlega hvernig getum við byggt hraðar upp samgöngukerfið okkar. Þannig að allir landsmenn njóta góðs af. En það eru þannig atriði sem við þurfum að gæta að því að þetta sé ekki lendi ekki á einum hópi eða einu landsvæði umfram eitthvað annað. Það er hægt að gera þetta vel og ég fagna þessu að við förum í þessa vegferð að skoða þessa möguleika. Sett hérna vegatoll bara á Vestfjörði, hérna á leiðinni til Flateyrar. Já, Vestfirðingar getur stilað sig bara frá líka. Já, ég er fylgjandi þessu. Það er á 3. tugmilljarða uppsöfnuð fjárstyrkjaþörf í innviðum á Íslandi og ég væri til að menn hugsuðu það að ganga lengra og jafnvel skoða vegtolla innan borgarinnar vegna þess að þetta er umhverfismál líka. Borgar sem þjóta.
Borgarstjórn, takk fyrir að vera hérna með mér, Pavel, Ásta, Teitur, Þórður, við komum hérna rétt á eftir með Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, fyrrverandi sendari Íslands í Bandaríkjunum, maður sem mann tvímanna tvenna og við ætlum að ræða svona heimsmálin, alþjóðamálin, öryggismálin. Í síðari hluta þáttarins ætlum við að tala alþjóðamál, öryggismál, stöðuna í heiminum og hingað kominn Jón Baldvin Hannibalsson sem eins og ég sagði áðan fyrrverandi utanríkisráðherra og var sendiherra Íslands í Bandaríkjunum líka, maður sem man ekki bara kalda stríðið heldur líklega aftur í heimsstyrjöld, út í það farið. Tímanna tvenna. Jón, sko allt í einu, ég bara verð að segja það fyrir mína kynslóð að við sumuleyti ólumst upp á tímum þar sem við upplöðum mikið öryggi og fannst við lifa í öryggum heimi þar sem allt stemdi fram á við og til framfara og við mannskepnan yrði vitrari og betri og göfugari. Núna allt í einu uppgötvum við geysilegt öryggisleysi og kannski ekki síst fyrir hönd barnan okkar. Þetta er einhvern veginn nýr og mann finnst nánast aldrei óvæntur veruleiki. Já, óvissa, mikil óvissa. Eigum við að nefna svona þau öfl sem að okkur finnst að séu mótandi á þessa heimsmynd óöryggis og óvissu. Já. Eitt, hnattvæðing, allar hnattvæðingu. Hvernig upplifum við hana? Í Ameríku Trumps þá upplifa menn hana þannig að Ameríka afiðnvæðist og störfin flýja land og þau fara til þróunarríkjanna, Kína sem orðið verksmiðja heimsins. Hvernig upplifa Kínverjar það? Þeir upplifa það þannig að þetta mesta þjóðfélagsbylting sem sagan kann frá að greina, 500 milljónum lyft úr örbirgð til bjargálna á nokkrum áratugum. Já. Hnattvæðing. Annað, fjármálakreppur. Við upplifum hann sem banka- og skuldakreppu. Og það mesti misskilningur ef menn halda við sem lausu við hana. Hvað erum að tala Þetta byrjar í Bandaríkjunum. Þetta byrjar undir allt ægishjálmi nýfrjálshyggju sem ráðandi hugmyndafræði. Hún ósköp einföld. Markaðslausnir góðar, ríkisíhlutun vond. Rífum niður öll lög og reglur sem að hömdu þetta og í nafni frelsisins hleypum kapitalinu lausu. Hver eru afleiðingarnar? Afleiðingarnar eru þær að fjármálakerfið undir formerkjum nýfrjálshyggju hefur vaxið raunhagkerfinu gjörsamlega yfir höfuð. Það hefur vaxið 6 sinnum hraðar heldur en raunhagkerfið. Hvað erum að tala Við erum að tala það að, best að vitna í fyrrverandi seðlabankastjóra Breta, Mervyn King, hann sagði, ef við viljum búa til fjármálakerfi sem eins andstætt hagsmunum almennings og þjónar almenningi eins illa og hugsanlegt þá gjörið þið svo vel. Það er það sem við búum við. Já. Hvað er hann að tala um? Hann er að tala um það að þetta er fjármálakerfi í þjónustu fámennrar elítu fjármagnseigenda. Hvatinn er skammtímagróði. Forstjórar alþjóðafyrirtækjanna, þeir verða að sýna á 3 mánaða fresti gróða, fara hlutabréfin versnandi. Bankakerfið er ekki lengur eitthvað sem við héldum að væri svona eitthvað þar sem þú leggur inn peninginn þinn og svo lána þeir hann út og þetta er svona þjóðfélagsþjónusta. Ef þú lítur á til dæmis breska bankakerfið, 60-70% útlánum banka eru bara brask. Það er að segja það er í real estate, þeir voru að tala um húsnæðisverði í London hérna áðan. Fjármálakerfið byggir, það lánar til í fasteignir og auðvitað í kauphallarbusiness. Aðeins 8% fer í langtíma fjárfestingar í að byggja upp einhverja atvinnu til langtíma. Ekkert langtíma, skammtíma. Gróðinn strax. Og þetta, ég sagði það hefur vaxið raunhagkerfinu yfir höfuð.
allt þetta kerfi fór til helvítis í fjármála- og skuldakreppunni árið 2008 og það hrundi og þar með hrundi þessi hugmyndafræði og þar með hrundi þetta kerfi. Hvað kom í veg fyrir að við lentum bara í nýrri heimskreppu? Það mátti litlu muna. Já. Og það sem að munaði var að það er mesti björgunarleiðangur á vegum ríkisins sem nokkuð tíman hefur verið gerður út til þess að bjarga kapitalismann frá kapitalistunum sjálfum, frá fjármagninu. Það er það sem að það tókst að sumu leyti í Bandaríkjunum, en það hefur ekki tekist í Evrópu. Evrópa er enn í þessari kreppu. Já. Hún er í helgreipum þessara fjármálakreppu og ástæðurnar eru tvær, megin ástæðurnar eru tvær. Annars vegar er það að peningamála samstarfið, það er ónýtt og það er einfallega þannig að þegar þjóðfélög verða fyrir ytra sjokki, þá verða þeir að hafa aðlögunarmekanisma, við getum kallað höggdeyfa, hagfræðilega höggdeyfa. Það er annars vegar peningamálapólitík, það er gengið, að laga gengið að nýrri stöðu til þess að bæta samkeppnisstöðu þína, eða vextir, hækka eða lækka. Ef að þetta er ónýtt, þá hefur bara ríkisfjármál og það er annaðhvort skattar, hækka eða lækka, eða útgjöld ríkisins hækka eða lækka. Eða niðurskurður. Þannig evran er próblemið. Evran sko, það sem gerðist er það að þegar að stóra sjokki kom, sem er fjármálakreppan sem áttu uppruna sinn í Bandaríkjunum og fórum heiminn, þá kom á daginn að evru samstarfið er ónýtt. Það er tæknilega ónýtt. Það ræður ekki við þessi sjokk. Nei. Og þar með, sko það er ekki bara að þeir geta auðvitað ekkert laga gengi eða vexti, það er allt ákveðið hjá mömmu Merkel í Frankfurt. Jú. Það er ekki bara það, heldur, og síðan er Maastricht-sáttmálinn sem segir, nei það má ekki efna til skulda. Almenningur í Evrópu var látinn borga skuldir fjármálagleframannina. Já. Þannig að fjármálahrunið er orðið að skuldabagga hins opinbera, skuldabagga ríkjanna. Þau eru svo skuldsett af þessum sökum að þau eru að svigrúm þeirra til athafna til þess að skapa vaxtaaukandi pólitík sem þýðir þá að taka lán á lágum vöxtum og fjármagna og svo framvegis. Þeir mega það ekki, Maastricht-sáttmálinn bannar það, þau eru læst inn í Evrópuríkin eru læst inni í því sem þau kalla austerity, það er að segja harmkvæla ástandi. Það er búið að eyðileggja Grikkland, landið þitt. Það er sko, gríska hagkerfið er núna heilum fjórðungi minna heldur en það var áður en að þýska bankakerfi heimtaði að almenningur... Og það á að halda áfram, það ekki. Og þeir eru búin að eyðileggja bara hagkerfi Suður-Evrópu er bara rúst. Það er alveg sama hvert þú er. Grikkland, Kýpur, Ítalía, Spánn, þeir eru að hæla sér af því. Af því að Spánn var án ríkisstjórnar sem betur fór í tæpt ár og þá lagaðist ástandið aðeins. Atvinnuleysi fór úr 26 kannski niður 23 og atvinnuleysi ungs fólks í svarta hagkerfinu spænska, það telst opinberlega vera upp undir 50%. Hvers konar þjóðfélög eru þetta? Og þau eru ennþá svona. Það eru engar lausnir og svo bara eitt enn í viðbót og það er tæknibyltingin sem er bara hljóðlega og ósýnilega allt í kringum okkur. Það er ekki bara upplýsingabyltingin og tölvubyltingin og netmiðlabyltingin. Það er gervigreindarbyltingin sem er að gerast þannig að í alvöru að tala, þá erum við að tala að 47% af öllum störfum í Bandaríkjunum verður ekki til eftir 20 ár. Með öðrum orðum að ofan á þessa fjármálakreppu komi strúktúrbreyting sem að stafar af tækni drifkraftir sem þýðir það að vinna og það að sjá fyrir fjölskyldu. Við erum bara hægt að tala svona. Við náum ekki utan þetta. Það er þegar í Evrópu massíft atvinnuleysi byggt inn í þetta ónýta fjármálakerfi. Síðan bætast hitt við. Í alvöru þar eru hugsandi menn að farnir að tala það. Það er ekki bara að frjálshyggjan sé náttúrulega öskuhaugum sögunar. Hún hrundi. Heldur hitt að hlutverk ríkisins hlýtur að verða gríðarlega mikið í því að bera ábyrgð
í hagkerfi sem skapar ekki lengur vinnu fyrir því að afnema þetta ójafnræði, sko nú er það 1% sem á allt heila draslið, 0,1% á reyndar mest, 1% á og tæknibyltingin mun sennilega færa ennþá meira fjármagn til þeirra sem eiga frekar en kerfið malar þeim gull, það er ónýtt út frá sjónarmiði almennings, það er eins og Mervyn King sagði, ef þú vilt hafa vitlaust kerfi, þá höfum við það. Því að það malar gull elítunni sem er orðin svo gríðarlega fjárhagslega öflug að lýðræðið er að bresta hana nú. En það náttúrulega einhvern veginn þarf að sjá ekki bara fyrir því að fólk hafi nú að bíta og brenna, heldur gengur kerfið náttúrulega út af það að fólk geti keypt og neytt. Og einhvern veginn verður að sjá fyrir því til þess að þessi hjól geti malað áfram á sama tíma og hluta kerfið allt byggir upp á þessum skammtímagróða. Já, og það gerur þau ekki með því að læsa hagkerfið inni í samdrætti. Það gerur þau ekki með því að taka skuldir hinna ríkustu og færa þær yfir á almenning eins og gert hefur verið í Evrópu, massíft. Það gerur þau ekki með því að skera niður útgjöld ríkisins til félagslegrar þjónustu. Hvernig upplifir fólk þetta? Fólk upplifir, við vorum að tala óvissuna, þessar gríðarlegu breytingu frá gullöld sósíaldemókratisins eftir stríð, þegar að allt lék í lyndi, sko, frá 50 til 80 í stórum dráttum var gullöld, ekki bara í Evrópu, heldur í Bandaríkjunum, í heiminum, og miklu meiri hagvöxtur heldur en á tímabili frjálshyggjunnar, miklu meiri tæknilega framfarir, en líka það var eigna- og tekjudreifingin var miklu jafnari. Þetta eina tímabilið nánast í fjármálasögu heimsins, þar sem að tilhneigingin var til aukins jafnaðar. Fólk var fullt af bjartsýni, það horfði fram á bætta tíma eins og varst að lýsa sjálfur áðan. Börn gátu slegið til föstu að þau hefðu betri kjör en foreldrarnir og svo framvegis. Þessu eru öllu snúið og öfugt á þessu tímabili, nýfrjálshyggju og óðakapitalisma. Og lausnirnar, það vill standa á þeim. Hverjar eru lausnirnar? En það sem við erum að horfa á þessum tíma gríðarlegur uppgangur, þess sem kallað popúlismi. Trump í Bandaríkjunum. Það á ekki að nota þetta orð popúlismi, lýðræði, demos, það segir fólkið á að ráða. Og það ekkert ljótt við það að fólkið eigi að ráða, það heitir lýðræði. Það heitir lýðskrum. Lýðskrums, segir þá lýðskrumara, Trump, Le Pen, náttúrulega Putin að vissu leyti einhvern veginn eins og svona galjónsfígúra á þessu skipi, á þessu flegi. Hann fjármagnar Le Pen til dæmis. Hann fjármagnar Le Pen. Og er þetta skýringin, þetta sem þú ert búin að reykja hérna, er þetta skýringin á því að á þessum uppgangi popúlistar, kannski pluss náttúrulega öll þessi innflytjendamál? Já, þú vitnaði nú í háan aldur minn hérna áðan og ég og munna allan landskotan og jafnvel stríðið, ég man nú ekki mikið fyrir stríðið. Nei. En í vaxandi mæli erum menn að segja, lítum á samanburðin við millistríðsárin. Hvað var að gerast á millistríðsárunum? Í fyrsta lagi var það að, tökum Þýskaland millistríðsáruna. Af hverju náði Hitler völdum? Í fyrsta lagi var það vegna þess að það var innbyggt inn í mentalitet, inn í hugsun Þjóðverja að þeir hafi verið sviknir. Að elítan hafi svikið á, þeir töpuðu aldrei í fyrra stríðinu, þeir voru sviknir og það eru útlendingar sem lögða á þá byrðar, það er alveg rétt, það voru lagðar svílíka byrðar á Þýskaland að það átti sér ekki von. Það lendi í skuldakreppu sem að eyðilagði hagkerfið þeirra, endaði í óðaverðbólgu Weimar og almenningur tapaði öllu, átti enga vonir og þá kemur frelsarinn, hinn sterki leiðtogi, der Führer, ein Volk. Og hann lýðræðislega kjörinn og síðan 6 árum seinna heimsstyrjöld og 50 milljónir dauðir. Eitthvað líkt með þessu og því sem við sjáum núna í Bandaríkjunum með Trump, eða er Trump bara svona skrípamynd af þessu ástandi? Hann segir, Make America Great Again,
Því að við höfum verið sviknir. Elítan hérna, hún hefur klikkað, hún semur af sér, hún kann ekki að meika díla, sko, ég svo djöfull snjall, hérna, þetta einhver uppstrílaðasti montras sem að maður hefur bara séð. Jæja, en það sem hann að segja einfaldlega það, við höfum verið sviknir, við höfum verið hafðir af fíflum, og ég ætla og síðan það óvinnirnir því ytra. Hjá Hitler voru það gyðingar, hjá honum eru það múslimar. Þetta sláandi líkt. Fólk upplifir sem sé, ég sagði hnattvæðingin upphafi til dæmis í Bandaríkjunum, farðu reiðbeltin bandarísku þar sem allt í rúst. Það einhver tilviljun að bandarískir innviðir, sko, þetta alltaf hrynja? Jú. Það vegna þess að fjármálakerfið, það hefur engan áhuga á að byggja upp einhvern langtíma strúktúr. Brýr og lestir og rafmagn og þetta allt í rúst. Allt í rúst. Það því leitir ástandi skárra í Evrópu, en ok, þessi líking óþægilega sláandi. En þessi öryggiskerfi, þessi kerfi sem við höfum byggt okkur upp síðan í stríðinu, það náttúrulega Atlantshafsbandalagið og þú ert nú maður sem að, þú getum við sagt þjóðhetja í Eystrasaltslöndum, þegar þau verða frjáls undan Sovjetinu, þá byrja þau að leita í faðm Atlantshafsbandalagsins og Evrópusambandsins. Þetta eru kerfin. Við erum með forseta í Bandaríkjunum. Þetta var nú, Bandaríkjan hafa alltaf verið hliðholl Evrópusambandinu hingað til og þau náttúrulega Atlantshafsbandalagið byggðist upp í kringum Pax Americana, í kringum ameríska friðinn. Sko, ef þetta þessum kerfum ógnað? Já, þessum kerfum ógnað. Dæmi. Maður heitir Shiref. Hann var númer 2 sem næst æðsti yfirmaður Atlantshafsbandalagsins, herstjórnar Atlantshafsbandalagsins í Evrópu þar til fyrir skömmu. Hann gaf bók í ársbyrjun sem heitir 2017 Stríð við Rússland. Og þar stafar hann bara út hvernig það gerist að ákveðnum tíma á komandi ári mun Rússland láta til skara skríða gagnvart Úkraínu. Það að segja, það tekur þá 60 daga að sneiða Úkraínu í helming, en 60 mínútur að taka Tallinn og Riga. Já. Og fyrst taka þeir Úkraínu til þess að fylgja eftir að tengja Krím sko, við hið mikla móðurland og notfæra sér veikleika Úkraínu. Úkraína nánast eins og, ef við tökum líkingu af dýrahjörðinni, hún veikadýrið, sjúkadýrið. Já. Allt á kafi í spillingu, þeim hefur mistekist allt sem þeir áttu að gera, öfugt við Eystrasaltsþjóðirnar sem hérna hefur tekist það sem þeir áttu að gera, það að segja að ganga aftur inn í samtök Evrópuþjóða og að taka út tryggingu sem felst í því að vera í NATO. Þessi næst æðsti yfirmaður herkerfis Atlantshafsbandalagsins að segja að óbreyttu þá mun að gerast þannig að ef Pútín lætur til skara skríða, þá verður þvílík ringulreið í Evrópu, það engin forysta, NATO auðvitað bandarískt kerfi. Það Bandaríkin sem, eins og þú sagðir, Pax Americana, sem hafa ábyrgst hérna öryggi Evrópu frá kalda stríðinu og síðan hefur það út af fyrir sig ekkert breyst. Það sem hefur breyst þetta. NATO misti rulluna sem það hafði til þess að vera deterrent, það að segja hafa fælingarmáttin gagnvart sovjetkommunismanum í gamla daga. En varð síðan í leit af rullu, var það einhvers konar hjálpartæki við dellumakarið í amerískri utanríkispólitík á undanförnum árum. Sem á sér, sem bara alveg skelfilegt að hugleiða. Það þá Írak og Líbía og allt, það bara allt saman tóm vitleysa. Það ekki heil brú í neinu. Fyrir nú utan svo hérna hvernig þeir hafa hegðað sér gagnvart sko Palestínu, Ísrael. En það er ógn af Rússum. Það ógn af Rússum, já. En sko Rússland náttúrulega ekkert lýðræðisríki. Rússland valdstjórnarríki, yfirmaður þess fyrrum KGB og einu sinni KGB, alltaf KGB. En við skulum ekki ýkja það heldur, sko, Rússland ekki það sem að Sovétríkin voru. Nei. Hérna, pólski utanríkisráðherrann fyrrverandi, Zirinovski, misti það út úr sér ekkert þegar hann var spurður, það var hætt á Rússlandi.
Já, auðvitað, það var alltaf hætta af Rússlandi, sagði hann. En hvers vegna? Já, það er vegna þess, ímyndið ykkur Burkina Faso með kjarnorkuvopn. Já. Þetta var nú ekki mjög kurteislega gagnvart stórveldinu, Nei. en það segir í hnotskurn þetta. Rússland hættulegt að því að það langt umfram efnahagslega getu þess kjarnorkuvopna veldi. En þetta nú að tíminn að hlaupa frá okkur eins og oft sagt. Hvernig, nú talað að menn þurfa að fara að borga, Bandaríkjamenn vilja að við borgum meir í NATO. NATO virkar samt hálf máttlaust. Við Íslendingar þurfum þá sjálfsagt líka að borga meira. Við erum í EES. Bretland að hugsanlega leysast upp út af Brexit. Skotar vilja fara aðra leið. Skotar? Já, ég var á ráðstefnu í Edinborg, minni gömlu háskólaborg fyrir lok síðasta árs, ásamt með fulltrúum frá öllum öðrum Norðurlöndum, og okkar verkefni var að segja Skotum, þetta voru samtök sem heita Nordic Horizons, það eru sem sé almannasamtök sem vilja beina sín Skota að Norðurlöndum og EES. Við áttum að segja þeim hver reynsla okkar væri af samskiptum við Evrópusambandið á öllum sviðum, og þetta mikið flóra, Finnar og Svíjar og Danir og Normenn og við, og svo með að segja vestur Norðurlönd, þar segja Grænland, Færeyjar. Sturgeon kallaði á fulltrúa Íslands og Færeyja til sérstaks fundar með sínum Evrópuráðgjöfum eftir þessa ráðstefnu, og nú verður að gefa bók með niðurstöðunum. Og málið bara þetta, Skotar láta ekki bjóða sér það í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem 62% þeirra vildu halda áfram aðgangi að innri markaði Evrópu, að þeim verði bara hent þaðan út með valdi. Hvaða lausn til? EES eins og skraddar að sauma handa þeim. Þeir þurfa bara einfaldlega að ganga í EES og Norðurlandaráð. Veistu það að ég ekkert að ljúga þegar ég held að þetta gerist. Að Skotar komi með okkur bara og verði Norðurlanda. Já, og svo verður þarna litla England. Þetta eru endalokin loksins á the glorious history breska heimsveldisins. Þú varst sendiherra í Bandaríkjunum stutt. 5 ár? Já, og kynntist hvernig kerfið virkar þarna, ég sagst í Washington. Nú einhvern veginn kerfið að reyna að ná utan Trump. Já. Sumstaðar verið að stoppa hann, og svona, þú veist, mun að takast, og svo annað sem spyrja, mun hann endast all þessi 4 ár? Ég hef ekki hugmynd það, en út frá, ég vísa til reynslu minnar, að það allir að fárast yfir þessum karakter og svona, þessari skrýpamynda af einhverjum leiðtoga. En hann fulltrúi þessarar fjárhagslegu elítu sem á Bandaríkin. Hann að vísu erfðaauðs maður. Hann hefur ekki lagt neitt til. Og ferill hans alveg skelfilegur. En hann laug sig náttúrulega inn á alþýðu manna sem andstæðingur þessari elítu sem hann síðan, svo tíðnir hann bara Goldman Sachs menn í ríkisstjórnina. Já, og sú elíta, þessi fjármála elíta Bandaríkjanna, það vant mikið á það að Evrópumenn skilji það. Þetta svo súperríkt, þeir eru svo, auðurinn svo mikill að hrokinn á sér engin takmörk. Þessi jarðarkringla þeirra. Þeir eru eins og Hannes Márásson, gerði klassískt í íslenska hrunnu, ég á þetta, ég má þetta. Þetta allt bara þeirra eign, og þeir sem eru fyrir þeim, þeir eru engan rétt. Það af og frá, og þetta lið skilji vandamál heimsins. Þetta er yfirgangsmenn í krafti botnlauss auðs, og þeir þekki ekki einu sinni fátæktin í sínu eigin þjóðfélagi, því að bandaríska yfirstéttin býr í vígvætum hverfum, þar sem hún í sérstöku þjóðfélagi, í sérstökum skólum, og Bandaríkin, land vonarinnar og land hinna snauðu immigranta fyrri tíðar, núna stéttskiptasta land meðal þróaðra ríkja, og það sem misskipting auðs og tekna gríðarlegust, og lýðræðið lifir á veiku skari. Og það sem kraumar ofbeldi mikið undir. Kraumar ofbeldi, reiði, vonbrigði, fautaskapur. Það eru 90 milljón vopnundir rúmum Bandaríkjamanna, og þeir eru alvæpni. Þetta sérstakt þjóðfélag. En þeir vilja hafa business as usual samt. Þeir vilja geta selt varningi sem út allan heim.
Já, en nota bene hérna utanríkisverslun tiltölulega lítill hluti af þessu heimsveldi, sko, eitthvað 13-15%, eitthvað svo leys. Þeir geta hort inn á við. Jón Baldvin, þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Þetta búið hjá okkur í dag. Fanny Birna verður hérna aftur að vikuliðinni með ykkur í Silfrinu.